Samkomuhúsið var reist af góðtemplurum árið 1902. Templarar reistu húsið á einni hæð til að nota sem samkomuhús fyrir sig og kölluðu þeir húsið Templarahúsið. Árið 1906 þótti húsið of lítið og því var það fært niður á Torfunef og stækkað. Samkomuhúsið var lengi vel aðalskemmtisali bæjarins þar sem fólk kom saman og skemmti sér. Salurinn var notaður til leiksýninga, skemmtana, fundarhalda og til ýmissa þings- og bæjarstjórnarkosninga. Árið 1917 keypti bærinn húsið af templurum og eftir það hét húsið Samkomuhús bæjarins. Leikfélag Akureyrar og stofnað árið 1917 og hefur verið starfandi síðan. Starfsemin í samkomuhúsinu var breytt í atvinnuleikhús árið 1973. Árið 1920 var reist viðbygging norðan við samkomuhúsið. Í dag er Leikfélag Akureyrar eina atvinnuleikhús landsins utan höfuðborgarinnar. Salurinn tekur um 210 manns í sæti. Öflugt starf er í húsinu og mikið frábærar leiksýningar allan ársins hring. Menntaskólinn á Akureyri var fyrst á Möðruvöllum í Hörgárdal árið 1880 og hét þá Möðruvallaskóli. Árið 1902 brann Möðruvallaskóli og þurfti þá að flytja skólann til Akureyrar. Fyrst var hann kallaður Gagnfræðaskólinn á Akureyri og var staðsettur í Hafnarstræti 53 en flutti síðan við Eyrarlandsveg og er skólinn ennþá þar í dag og er kallaður Gamli-skóli. 1930 fékk skólinn sitt nafn sem hann heitir í dag og hefur hann stækkað mikið síðan þá. Núna í dag er nemendafjöldinn 750 manns og skólinn útskrifar 150 stúdenta á hverju ári. Menntaskólinn og samkomuhúsið eiga það sameiginlegt að vera í sama byggingarstíl. 1830 fer að gæta nýrra stíláhrifa í Þýskalandi þar sem fyrirmyndir timburhúsa voru sóttar til bóndabæja í Alpahéruðum Þýskalands, Austurríkis, Sviss og Ítalíu. Þessi áhrif fluttu svo til Noregs með norskum arkitektum sem lærðu í Þýskalandi eða þýskum arkitektum sem unnu í Noregi. Á þessum tíma var mikil vélvæðing sem í trésmíðiðnaði sem gerði það kleift að fjöldaframleiða timburhús með miklu fíngerðu skrauti sem áður tók óralangan tíma að vinna. Áhrif þessi fluttu svo til Íslands með norskum athafnamörðum í útgerð sem reistu norsk sveitserhús hér á landi og voru það fyrirmyndir húsa sem íslenskir smiðar reistu. Sveitserhús hafa nokkur einkenni. Þau hafa háan og velgerðan sökkul, hafa mikið þakskegg með skrautlegum útskornum sperrendum, einnig hafa þau stóra glugga og eru oft máluð í björtum litum. Fram að fyrsta áratug 20. aldar byggðu íslenskir smiðir sveitserhús klædd timbri með miklu skrauti, þá sérstaklega Akureyri.